Það sem ég hef aðallega í huga þegar ég skipulegg kennslu fyrir margbreytilegan nemendahóp er að allir fá verkefni við hæfi, hvort sem verkefni séu þau sömu eða ekki. Og að öllum líði vel, númer 1, 2 og 3, þetta sé svolítið skemmtilegt. Það sé allir sigurvegarar. Ég er náttúrulega alltof skipuleg, þú skipulegg hverja mínútu og hvert ár alveg frá A til Ö, en að hafa þetta svolítið fjölbreytt og að prófa sig áfram. Prófa sig áfram með alls konar hluti, ég er mikið með leiki í sundkennslu og í rauninni bara að sjá hvað verður. Stundum mistekst þetta, stundum ekki og ef það mistekst þá bara er það allt í lagi. Ég nota náttúrulega aðalega einstaklingsmiðað nám og svo hef ég verið að prófa svona samvirknám, láta krakkana aðstoða hvort annað og þá líka finna þau að þau eru misjöfn og það er allt í lagi. Sko ég skipulegg kennslustundina fyrir alla og svo eru sumir sem eru vatnsræddir, aðrir get ekki þetta eða hitt og eru að koma frá útlöndum og hafa ekki fengið jafn mikla sundþjálfun en aðrir og þá í rauninni því ég er búin að vera að kenna svolítið lengi þá kemur þetta bara svona einhvern veginn spontant núna en áður fyrir náttúrulega gleymdi ég nemendum og en einhvern veginn, já, 15, 16, 17 ár í kennslu þá er ég bara með þetta einhvern veginn að gera þetta bara ósjálfrátt. Þannig að ég er ekkert með neitt sérstakt, en alltaf eitthvað samt. Byggir bara á þeirra styrkleika? Já, einhvern veginn eins og maður hafi þetta bara í, ég veit hvar þau eru og svo bara gríp ég tækifæri sem gefst í tíman, sem eru náttúrulega endalaus. Ég í rauninni er ein sundkennan, þannig ég vinn svolítið mikið ein og þá duglega bara að sækja mér endurmenntun. En ég hef aðalega samband við þroskaþjálfana og stuðningsfulltrúana. Og það eru margir nemendur með stuðning, en ég vil ekki hafa stuðninginn inni í sundi því að mér finnst það trufla nemandann. Og þau hlýða mér og meðan þau gera það, þá eru þau bara hér með heim. Við vorum að vinna með bringusund og skólabaksund sem er svipað sundaðferðir. Og svo tókum við leik í lokin, ég ætlaði að vera með slökun, en ég ákvað að vera ekki með slökun, ég verð bara með það næst. En þetta er svona að við erum að undirbúa okkur undir próf og ég kenni þeim í 8 markmiðum, ég bara skell ekki prófum. Þau eru að æfa sig í einhvern ákveðinn tíma og svo tökum við prófum. Og þá endurskoði ég kennslu á því. Hver er númer 1?